röksemdirnar finnst mér ekki vera með þessu málstað núna fyrir Ísland síst af öllu, en þú veist, þegar þú talar þessu öll, maður á bara eftir að sjá það gerast að einhverja grundvallarbreytingar verða á Evrópusambandinu til þess að maður geti farið að eiga slíka umræðu, en væri bærilegra ef Evrópusambandið væri með allt aðra nálgun í innflytjendamálum en verið hefur, já sannarlega, og þá myndi maður auðvitað taka það með í reikningin, en mér finnst svolítið mikið þurfa að breytast til þess að við sjáum einhvern veginn skýra hagsmuni fyrir Íslands að núna eigum að fara þarna inn, og maður hefur sagt náttúrulega að sönnunarbyrðin liggi svolítið á hliðinni, hvers vegna núna? Þorgerður hefði gefið í skyn að hún hefði nú fengið bara svona jákvæða viðtökur við sínum pælingum ýmsar undanþágur, og svo kemur einhver allt annar og segir bara þetta ekki það sem við könnumst við, og þetta náttúrulega lýsandi fyrir kannski það sem koma skal í vissum skilningi að það getur talað við einhvern einn í Evrópusambandinu sem finnst eitthvað sko, en svo ertu bara með allt lobbyið, alla hagsmunaverðina sem að byrja að skipta sér af þessu ferli sko. Þetta ekkert bara einhver einn og einn fundur þar sem við erum bara eitthvað að gera þetta svona, svo bara fara menn í sitt bakland. Snorri, hvernig líður þér? Mér líður vel, ég meina hvað, klukkan ganga 11 á, mánudagur? Já, mánudagur dag. Mánudags morgunni. Já, ég er bara mjög ferskur sko. Það ekki? Jú. Blautur mánudags morgun þetta? Já, þarna, ég fór bara regnjakkan, fór á skólasetningu og haustið að skella á, það að minna á sig sko. En ég minni á þessu veðri var í gær, mjög gott, og einhver hefur bent á til dæmis þú reynda gögn frá bróðum mínum Berðþóri Másinni og ég held að þurfum alltaf að taka gögnum frá honum með ákveðnum fyrirvara vegna þess að hann fljótur í ályktanir, en hann segir að september sé hlýrri en maí sko. Já, mér finnst það alveg magnað. Já, það er svolítið sturlu staðreynd. Já, ég held samt sko að með maí er eiginlega mars uppáhaldsmánuður minn. Já. Ég var bæði afmælið hana í lok mars, já. En líka að það var svo mikið eftir að sumrinu sko. Já, akkurat, svo tekur, já, vorið er náttúrulega svona tími vonar, sko, en haustið er tími alvöru, þú veist, það er svona ábyrgðarleysi á sumrin, og ég er alveg mjög ánægð með haustinu á Íslandi, haustið er mjög gott tímabil, eftir að ég spilaði svo mikið á tölvuleikjum þegar ég var lítill, að... Hvað varstu að spila? Ég spilaði, þú veist, World of Warcraft aðalega, en líka Call of Duty og bara Counter-Strike og allt þetta RuneScape. Já. En þú veist, ég var ekkert svona, þetta var ekkert svona eitthvað tilfelli fyrir einhverja geðlækna, þetta var ekkert þannig spilun, og líklega ekkert að pari við, og svona einhvern veginn miklu sakleysislegra finnst mér svona nútíma spilunin, en þá var maður alltaf svona, og þetta kannast margir inni púkar við, sko, þá var maður ekkert að hrópa húrra yfir sko góð veðrið að sumri, en það skapaði svona tókstreyti á milli markmiða þinna í tölvunni sko. Fagnaður, ég man eftir þessu, ég spilaði Dota, Dota 2, það var endar núna var með heimsmeistaramótið í Dota 2 í Shanghai. Já. Og ég hef aldrei ekki fylgst eiginlega, þú veist, þetta er eiginlega svona HM fyrir mig að hluta til sko. Þú fylgdist ekki með núna? Nei. Bara þetta að ég er búin að vera að standa í þessu ESB-byggsi sko. Já, svona tekur þetta orku frá mikilvægari málum Dota. Já, nákvæmlega. Nei, en maður heldur svona vissum áhuga, eða svona tryggð við, þú veist, þennan skrýtna heim sem þetta er sko, og núna er alltaf margir sem benda á að sko þessi tölvuleikja iðnaður er orðin stærri en bara, ég veit ekki hvað sko, miklu stærri en allur aðþrengar iðnaður annað sko, og mér skilst það sem er mikið að fullorðnum kallmönnum sem eru alveg í tölvuleikjum sko, og ég er oft svona eitthvað, maður fær eitthvað svona, ég fær eitthvað TikTok, eitthvað svona nostalgíu, efnið eitthvað svona, vilt ekki spila aðeins, og ég eitthvað svona, jú það væri geðveikt, en nei, þú veist, það er bara ekki séns sko, ég veit ekki hver að ég ætti að fara að spila tölvuleiki sko, nei. Og sömuleiðis eru tölvuleiki svona ákveðin statusleikur á milli þín og þinna félaga í því, þannig að ef maður er skilur einn núna í tölvuleik, þá er mér eiginlega sama árangurinn, af því ég er ekkert að fara að bera saman bækum mína við einhverja vinni mína, skilur. Nei, ég nefnilega, er svolítið eins, sko, ég fór reyndar aðeins að, en þá var það bara, það, sko, líka, kannski þér að segja, í þessu, ég, í COVID, þá datt ég aðeins aftur inn í Dotan. Já. Og ég get ekki sagt að ég hafi dottið aftur inn í hann út af því að ég minnir sko, ég tók einhvern tíma saman að á tímabili þegar að minnir að sko Dota 2 hafi komin út, það var svo uppfærsla, það var Warcraft leikur upphála, þá kom uppfærsla og hét bara Dota 2 sem er svo leikurinn sem er spilaður í dag, og held ég hafi spilað 1900 klukkustundir eða eitthvað á 1,5 ári í COVID. Nei, í den sko. Já.
og það var að meðaltali eitthvað, þú veist 7,5 klukkustund á dag þetta er serious business já, nei, og það voru margir með svona spilunartíma, sko en ég er ekkert viss að þeir hafi bara tapað á því að vera stundað þetta, menn geta lært ýmislegt af þessu held ég líka, sko já. Þú veist, þú öðlast færni í ákveðnum svona, held í ákveðnum atriðum, ég held að við verðum að hugga okkur við það, sko læra ensku, þú veist, alls konar svona já, líka, ég held að sko, út af því núna er ég alveg dolfallin gagvart leikjafræði fór að lesa reyndar í kjölfari John von Neumann sem er svona faðir leikjafræðinar eins og við þekkjum hann í dag það sem hann er mitt í bók sem heitir Game Theory and Economic, nei, nú stólum mér allavega frábær bók, ég setja hann hérna hliðin á mér fyrir þá sem er að horfa þar rekur hann sko það hvort að hagfræði sé í rauninni félagsvísindi eða raunvísindi og er svona að takast á við talkstreitunum það og það eru margir sem að Heiðar Guðjónsson til mig segir alltaf að hagfræði sé alltaf hérna félagsvísindi ég held að sé alveg svona raunvísindaleg element ef þú tekur hann í mjög þröngum skilningi í útreikningunum og öðru slíku, já en kannski ekki í svona hegðunar hlutanum augljóslega nei, einmitt og hérna og það sem var svolítið gaman sko er að ég held að þetta hafi svolítið dregið mig inn í það þegar maður var alltaf að íhuga leikjafræði og það vera eitthvað að pæla í, skilur, nú er ég leikjafræði þetta er svona hernaðartaktík, skilur, sem að fyrir að hafa áhuga og þetta er alltaf hægt að taka þetta á því sétt út og setja þetta, varpa þessu inn í raunverulegar aðstæður og í sambandi við þessi svona skörun fræðasviða þá held ég að við séum miklu meira örugglega mannskepnan, ég held að við séum samfélagslega og bara við sem manneskjur séum miklu drifnari af augljóslega tilfinningum, sko, og einhver frum orku í miklu meira mæli en við viljum vera að láta og svona í miklu meira mæli en við svona einhvern veginn göngum út frá í umræðinni, það er oft svona bara meðal annars bara í ESB-umræðinu og allir pólitískri umræðu, þá er oft ég veit ekki, mér finnst oft svona píratatýpan, svona Helgi Hrafn og félagar, þú veist, þeir eru oft svona óhóflega bjartsýnir það hversu rökleg manneskjan er í einhverjum skilningi. Þau vilja alltaf taka allt niður í rökræður og þú getur einhvern veginn alltaf bara með einhverju lógík í raun og veru leitt fólk að réttir niðurstöðu. Ég held að það sé alls ekki þannig, sko. Ég held að það sé bara enginn sem horfi á sögu mannkynsins og geti dregið þessar ályktanir. Það sé allt saman lógískt, sko. Þannig að ég reyna alltaf að horfast mjög mikið í augu við þennan þátt málsins eins og ég get, sko, að við erum bara tilfinningaverur og við tökum stórar ákvarðanir í lífinu, mjög afdrifaríkar ákvarðanir, ekki endilega alltaf byggt á, sko, rökum eða gögnum, alls ekki, heldur bara tilfinningum, sko. Þannig að, en mér finnst þetta bjartsýni, auðvitað eru, sko, rök og gögn mjög mikilvæg og þau gefa okkur eitthvað akkeri og einhvern ramma til þess að lifa eftir, sko, og kannski láta okkur líka líða eins og við séum ekki bara einhverja skynlausa skepnur sem bara vöðum áfram í einhverjum svona frumkvötum, en þegar kemur að því að svona vera heiðarlegur það hvað drífur okkur áfram, þá það frumkvöturnar oft, sko. Og þess vegna segi ég mitt í sambandi við Evrópusambandsmál, þú veist, það er bara tilfinning fólks líka, bara, nei, veistu hvað, þú veist, ég hef ekki áhuga á þessu, ég er stoltur af því hvernig hlutinir eru núna. Það gefur mér svona ákveðna það gefur mér ákveð sjálfsöryggi að horfa á það hvernig við gerum hluti núna, hvernig við höfum gert það, þannig að ég tel ekki þörf á hinu og svo eru einhverjar alltaf aðra tilfinningar hinum megin væntanlega sem eru kannski líka að leita í öryggi, þannig að það er kannski sádrifkraftur að leita einhvers konar öryggi, einhverja örygg og höfn á óvissu tímum, gæti sem farið yfir það í löngu máli út frá röksöndunum og lógikinni, hvernig það gengur ekki endilega upp á mínum að þetta er einhver örygg höfn að fara í Evrópusambandið fyrir Ísland. En maður er myndur á þetta, ítrekkað, sko. Já, ég hérna, sko, það er áhugavert og nefnir píratana, sko, ég get tekið undir að hlut til, eins og hérna það hvernig píratinni voru svona einmitt með bara lógík að þá myndum við einhvern veginn, þú veist, skynsami neytandi er bara alltaf fyrir hendi, talandi hagfræðina og hérna, og þetta myndi alltaf leita til betri vegar. Ég held aftur á móti að, til dæmis eins og með píratana, þá hafa þeir svolítið farið frá þessum hugsjónum og einmitt, sko, já, við erum með skynsamt fólkina og það kemur í minn hlut að passa það sé skynsamt og ég þurfi að grípa í taumana talandi pírata í borginni, sko, það bara
Nei, þið viljið ekkert vera á einkabílnum sko. Nei. Út af því að það óskynsamlegt og ég ætla að passa upp á það að þér finnist það líka. Hlaðvarp í samstarfi bæjarins bestu pilsur. Þetta auglýsir sig náttúrulega sjálft. Ef þú ert að fara að fá þér pilsu þá veistu nákvæmlega hvað þið langar í. Þið langar í bæjarins bestu pilsu og það því ekki eftir neinu að bíða. Sölustaðir út allt land, þannig að endilega farðu og skelltu þessu hlaðvarpi í eyrun og farðu og fá þér tvíhleypu. Já, og ég held að og maður nefnir kannski Pírata sem flokk sko, vegna þess að það svona manngerðin kannski myndi maður reyna að kategorisera einhvers staðar þar, en Pírata sem stjórnmálafl eru náttúrulega miklu misjafnara fyrirbæri en svo að maður geti einhvern veginn í raun og veru tekið mjög alvarlega á Íslandi. Það voru auðvitað margar kendir þarna og pælingar þarna framan af allan í orði kveðnu alls konar áhugaverð prinsip sem blönduðust reyndar inn í bara allt aðra pólitíska baráttu á Íslandi og þetta var það einhvers svona samkrulli einhvers konar blöndu af, þú veist, alþjóðlegu píratarhefingunni sem hefur snúist þú veist, alls konar bara persónufrelsi, einkalíf, internet, sjónamið, málfrelsi, alls konar svona prinsip sem að ég held að flestir séu bara hrifnir af allan að einhver eitt flokkur taki svona og setji í öndvegi, en síðan blandaðist þetta bara inn í og slæma, slappa, vinstri libba pólitík á Íslandi sko og þú veist það, og þetta, og svo tók það bara algjörlega yfir og þá var ekkert eftir, þú veist, það ekkert eftir einhverjum mál, að svo mörg hluti sem eitthvað eftir af Pírötum, þá ekkert eftir einhverjum málfrelsis þarna sjónarmiðum þarna eða jú, en það svona í orði kveðnu sko, svolítið eins og sjálfstæðisflokkurinn stundum með svona sjálfstæðisstefnuna í orði kveðnu sko, og svo komast til valda og það líkist grunsamlega vinstri stefnu, þú veist, það er svona það atriði sko sem að það er örugglega sama heilkenni. En byrju, hvar vorum að tala Píratana? Já, út af því að ég held ég sem líka með áhuga, eða svona, mér finnst allavega áhugavert að velta þig upp hérna, að sko, út af því að þegar ég fekk helgarhamningana, ég fekk henni í einn af fyrstu live-þáttunum, bara þegar að svona baráttan var í þann munda hefjast svona eins og í þessari ESB-deglaldri, og þá sagði ég við bara Helgara, bara það komið svo óvart, og það hann hefur alltaf verið á svona þessum frjálshyggju svona vagni Pírata einhvern veginn og einhvern veginn, verið miklu meira það sem að mér hugnast, og ég sagði bara við hann, þú veist, Helgi, þú veist, blikkaðu 5 sinnum, þú veist, ég tek kameruna á mig, blikkaðu 5 sinnum, þú veist, ef það er eitthvað að, sko, ef það er einhver hótaður eða eitthvað þannig, út af því að þetta kom mér svo óvart að hann vildi fara í þetta byggs, og líka ef við þú veist, tökum Birgittu Jónsdóttir, Helga Hrafn og fleiri svona stóra karaktera innan Píratarhefingarinnar, að þá að mínum mati hægt að yfirfæra þetta eiginlega fullkomlega yfir á Evrópusambandið, út af því að það hefur í rauninni þróast í þennan sama mund, þróast í meira átt af þessum svona Lissabon-sáttmála, frá þessum Rómar-sáttmála sem átt að strömlínulega viðskiptaferli og annað, en Píratar fóru í miklu meira, þú veist, það var bara tekið yfir af öflum sem með miklu meiri stjórnleitis hugmyndir það hvernig mannskepnan að vera. Alkjörlega. Og þetta er alveg nákvæmlega sem gerist á Pírötum á sínu tíma í þeirri tókstareitu sem að þeir lentu í á ýmsa vegu sko. Já, ég held að þetta sé svo sem örugglega sko alda sem að brýst sko brotna bara á öllum stjórnmálaöflum á sama tíma líka. Það bara þetta fer, þú veist, þessi þungi straumur þessara nýju, þetta er náttúrulega kalla frjálslyndi, skilur, en bara þessi nýju, mjög sterkur í Evrópusambandinu auðvitað, bara þessi maður er alltaf að reyna að nota ekki til orðið woke eða eitthvað svoleiðis, þannig er alls ekkert utan það sem við erum að tala en bara þetta almenna miðjumóðs kerfis búrókratíska að nafnir til frjálslyndi, þetta byggir alltaf á, þú veist, einhvers konar frjálslyndis viðleitni, en það er auðvitað einmitt bara í orði kveðinu, en þetta eru öfl sem er alls ekki mun að tryggja einhvers konar jöfn og frjáls skoðanaskipti í samfélaginu eða eitthvað annað eins sko heldur, bara snýst þetta að í raun og veru stjórna líðnum á grundvelli svona gilda sem eru tekin að láni úr kannski einhverju sem göfugur réttindabarátta annað eins sko, en þau eru tekin yfir í að vera bara nota sem svona stjórntæki, og ég veit ekki hvort ég sé að útskýra þetta nógu vel það sem ég á við sko, en þetta er svona, mér finnst þetta vera eitthvað sem að dynur á okkur kannski upp frá 2000 og
hvað getum við sagt 2010, 2015 og þungin verður mjög mikill í þessu í samfélagsmiðlunum en þess að almenningur, mjög mikill hluti af almenningi, kannski líka með stjórnent fólk að hluta til og valdsæki fólk, það tilengar sér mjög fljótt þessa hugmyndafræði sko, að vera einhvern veginn að samfélaginu einhvern veginn að vera stjórnað og umræðinu að vera stjórnað af svona einhver rosalega innan gæðslega bara rétt sínu fólki sem bara einhvern veginn alltaf með réttu skoðunina og svo íta þessum deplorables eins og þeir kölluð sko út á jaðrana sko eða út til hliðar og að þau bara ekki rétt á að tjá sig sko og svo náttúrulega blandast þetta inn í ef maður skoða stóru myndina að við erum náttúrulega í vissu skilningi ef maður hugsar út í það þá erum við náttúrulega rosalega ofurselt hérna á Íslandi svona duttlungum ríkjandi bandaríkja stjórnar og stjórnvalda í Bandaríkjunum að því leytinu til dæmis eins og við sáum þegar demokratar voru völd og höfðu þessi tögl og haldir á samfélagsmiðlunum og umræðinu þar að sko ef þú ferði yfir í það sem var ritskoðað á Twitter á þessum tíma og ég bara var að tala einhvern þætt daginn og svo fór þetta að rifjast upp fyrir mig betur sko að það mátti, þú veist, eins og til bara þú máttir ekki tjá alternatífa skoðunar á innflytjendamálum þú veist, þessi kynjamál og transmál, þetta var allt bara þessu var bara haldið algjörlega niður og bara þú varst bannaður ef að þú talaðir gegn ríkjandi stefnu sko ég man að Jordan Peterson, ég held að annarkvort í kringum það leiti sem ég var að taka viðtalinu á Íslandi, ég held að hann hafi verið bannaður á Twitter fyrir að kalla konu karl eða karl konu sem hafi verið að skilgreina sig öðru vísi eða eitthvað svona og ég örugglega grófur í ýmsum ummælum sko en ég meina það ýmislegt gróft sem algjörlega lyft á hinni hliðinni sko en það var hugmyndafræðin sem var verið að banna og það að vissu leyti á internetöld svolítið áhugaverð örlög þjóðríkis eins og Íslands að vera ofurselt sko svona breytingum til þess í Bandaríkjunum sem eru stóra heimsveldi, þeir eiga samfélagsmiðluna og við erum bara á þeirra samfélagsmiðlum. Þannig að við höfum ekkert okkar persónulega vettvang til þess að eiga þessar umræður endilega, heldur einhver annar sem stýrir því, sko. Það auðvitað mjög annarlegt og að því leytinu til þá get ég haft vissan skilning til dæmis á þegar það kemur frá réttum stað, að því að maður sér innan Evrópusambandsins að ég hef mjög mikið fylgst með nálgun þeirra á þessu stafræna sviði, hvort sem er bara gegn DSA, Digital Services Act hérna fyrir nokkrum árum, en löngu áður en það gerist, sko. Það er ákveðin svona niðurstaða eftir áralangt þref af svona viðleitni í þessa átt að sko Evrópusambandið í þessum skilningi nái til sín betri stjórn á þeim samfélagsmiðlum sem eru notaðir þar og þetta er náttúrulega stór merkilegt að sko við erum náttúrulega alltaf eins og fiskar í vatni í einhverju skilningi að ef þú skoðar til dæmis það var, ég man alltaf þegar ég held að Halldór Armand hafi skrifað það á RÚV á sínum tíma að ég held að frakkar hafi verið að banna Russia Today ég held að frakkar hafi bannað útsendingar Russia Today RT News já, RT News grænt merki sem var svona frekar svona útbreytur miðill í vissu skilningi á netinu. Þeir voru alveg með alls konar efni sem bara rataði til fólks í algoritmanum og auðvitað gerir fólk sér ekkert alltaf grein fyrir hvaðan efnið er að koma sem þeir eru að skoða. Rétt eins og bara margir reikningar sem við sjáum núna, við vitum ekkert í raun og veru hver er að flytja okkur áraður. En sem sagt þá var, og þetta er, ég held að þetta sé útgáfa á vegum þá rússneska ríkismiðilsins sem að þeir hafa sendt út alþjóðlega og augljóslega með allt aðra sín á öll grundvallar atriði en sko evrópsku miðlarnir og frönsku miðlarnir allavega og ég held að þá hafi frakkar tekið endalega ákvörðun að banna Russia Today og ég held að það sé banna með víða í Evrópusambandinu, ég veit ekki hvort það sé banna kategórist í öllu Evrópusambandinu en þetta er allavega svona viðtekin nálgun og fæstir gera athugasemd við þetta í grunninn og hugsa út í það í raun og veru, flestum finnst þetta í raun og veru skiljanlegt og ég, ef þú ferð út í það, ef maður fer út í, þú veist, free speech absolutist pælingarnar, skilur, þú veist, ok, hvað ætlar að draga mörkin? Þú veist, eitt er, sko, leyfum við, sko, alternatífa umræðu sko, hernaðarmál. Það er að segja bara, leyfum við umræðu sem fer gegn svona ríkjandi narratífu. Það er að segja bara, á Íslandi er það bara stuðningur Íslands við Úkraínu og svo framvegis, að stuðningurinn okkar liggi þar í þessum átökum og svo geta verið einhverjir Íslendingar sem hafa bara alltaf aðra sýn á það mega þeir tala skilur, mega þeir segja það sem þeir eru að hugsa mín skoðun er svo að þeir eigi að mega segja það en hins vegar drögum við línuna kannski þegar þú ert raunverulega með
myndi maður halda kannski, þú veist, raunverulega með óvinveitt ríki að stunda undirróður í formi fjölmiðlunar, þú veist, ég held að það sé það sem flestir fara að hugsa, ok, hérna einhvers staðar hljóta mörkunar dregin, það er það sem fólk er að tala með Russia Today, væntanlega en enga á síður, sko, þegar sú nálgun er tekin síðan og þú fær að segja að öll alternatív narratífa, eða þú veist, þannig að maður sé alltaf að tala útlensku endalist, eða þú veist, vandinn kannski byrjar og að mörguleiti eru vísbendingar þetta nú þegar í Evrópusambandinu, vafalaust líka Bandaríkjunum og við erum auðvitað ákveðið peð í því þegar þessari umræðu er stýrt, skilur, á einhverjum æðstu stjórnendum þetta. Vandinn við það er þegar þú byrjar að segja að öll umræða sem er ekki í samræmi við opinberu, almennu, viðteknu, svona samþyktu frásögnina í meginstjórnspólitíkinni, þegar þú byrjar að segja öll orðræða sem fer í eitthvað í aðra átt, að hún sé þá komin frá þessu óvinveittu þjóðríkis einingu sem er að stunda formlega undirróður í landinu, veist hvað ég veit? Þegar þú byrjar að segja, þú veist, að öll umræða sem fer einhvern veginn á skjön við það sem er viðtekið, að hún hljóti þá að vera, þú veist, einmitt rússa áróður eða skilja upplýsinga óreiðu herferð. Og þetta er bara mjög flókin spurning, hvenær ertu farin að eiga við, þú veist, að því að Evrópusambandið stundar það alveg kerfisbundi núna að setja viðskiptaþvinganir á bara einstaklinga, blaðamenn og raunverulega bara eyðileggja líf þeirra og þá eru þeir oft, og hvort sem þeir eru að tala um Ísrael og Palestínu eða Rússland og Úkraínu eða alls konar önnur átök sem er í gangi. Þetta er yfirleitt, viðskiptaþvinganirnar eru flestar gerðar á forsendum svona Rússlands-Úkraínu tenginga í Evrópusambandinu. Að þá er mjög áhugavert að þeir eru alveg kerfisbundið og það var fyrirlestur núna hérna í Safnahúsinu þar sem að Ögmundur Jónasson var með þetta, ég fór og hlustaði á þetta þar sem við vorum með svona mjög vægasagt auðvitað alternatífa raddir innan á Evrópusambandinu og meðal annars tala við blaðamann þarna sem að hann var búinn að tala við Ögmundur í einhverju svona vídeósamtali sem að hafði orðið fyrir svona viðskiptaþvingunum og hann bara, það má enginn gefa mér að borða, þú veist, það má enginn tala við fjölskyldur mér, þetta var bara svona eitthvað, ég er bara að því að hann hafði orðið bara fyrir persónu viðskiptaþvingunum vegna þá meintra tengsla við hvort sem hann voru heldur rússar, en hann er samt bara að skrifa um Ísrael og Palestínu, þannig að þarna var bara, þú veist, þarna er Evrópusambandið og þetta er utan dómstóla, sko, þeir geta gert þetta bara svona ákveðið þetta bara, þú ert bara óæskilegur einstaklingur, þú ert að skrifa um óæskilega hluti og svo ertu sagður vera með formlega tengingu við þessa óvinveittu einstaklinga. Ég er bara búin að vera með hugsa yfir þessu mörkum, þetta eru mjög áhugaverð mörk, en ég er heldur ekkert endilega þeirra skoðunar að því að þú veist, og mína vangaveltur á þessu sviði eru síst vegna þess að ég sé einhvern veginn sérstaklega áhugasömur um það hvað einhverju fólki kann að finnast um það hvað rússar hafa rétt fyrir sig í þessu stríði. Mér finnst það þarna, rússar náttúrulega fara bara þarna og koma heimsskipaninni og skipaninni í Evrópa mínum að í uppnám með þessari innrás sem er óásættanlegt út frá okkur og maður hefur alltaf staðið mjög fast gegn því og með Úkraínu en umræðan, skilur, hvað er leyfilegt í umræðinu og þetta er bara svo áhugavert inn í Evrópusambandinu, sko. Fiskur er lýðheilsumál og við þurfum að borða meira af honum, þess vegna er þetta hlaðvarp í samstarfi við fiskhúsið.is, heildsala þar sem þú færð allt það sem að hugurinn girnist. Hvort sem þú ert í veitingarekstri, hótelrekstri eða fara að halda viðburð þar sem þú þarft ferskan fisk, þá ferð þú inn á fiskhúsið.is og skoðar alltaf úrval sem að þeir hafa upp á að bjóða. Nei, ég er með skemmtilega sögu fyrir þig. Já. Út af því að fyrir ekki svo löngu og tók ég 2 viðtöl í röð. Það var annars vegar Heiðar Guðjónsson og svo hins vegar Þórður Pálsson. Og ég sem sagt kaupi dreifingu genið Google og þegar ég gefa út YouTube-myndbönd þá í rauninni fer ég inn á þeirra vefsvæði sem er eiginlega svona innri vefur þinn inn í Google sem stýrir náttúrulega YouTube og ég kaupi dreifingu þeim og gerir þetta eiginlega við flest myndbönd út af því að það hjálpa mér rosalega mikið að fá og það er mjög gott það sem heitir retention rate eða það sem áhorfslengd er mikil í gegnum þetta. Ég held alltaf að þetta væri bara til að feika eða til að gefa mísvissandi skilaboð tölunar en þetta er frábær leið til þess að auka dreifingu og ég kaupi þetta og ég prófaði þetta með Heiðar Guðjónsson og Þór Pálsson og ég lendi í því að Google segir bara nei, bara þetta er ekki leyfilegt og ég fer bara með bæði þessi myndbönd, ég bara vitnast fyrir bara þú getur séð af hverju þetta er það sett strike á þetta eins og heitir og ég fer að skoða, bara hvað er í gangi þetta er kosningar í Bandaríkjunum við rættum ekkert Bandaríkin, við rættum bara ESB og ég segi, já, ég get svo sagt áfríðað
og sendi hérna, já, nei, þetta er ekki hérna kosningar í Bandaríkjunum en það voru engar kosningar í Bandaríkjunum þá sem að heiti getur og ég fæ tilbaka, já, við skoðum þetta ætti að fara af stað bara, ég bara, ok, flott svo kemur aftur bara, hérna, nei, heyrðu, við getum ekki byrst þetta og fyrir aftur í sama farið og segi, heyrðu, hvað er í gangi, af hverju get ég ekki byrst þetta og læt í rauninni gera svona umframskoðun getur rauninni áfríða til herri dómstóla, ég veit ekki hvað maður að kalla hvað lögsu hefur maður einhver önnur deild í fyrirtækinu bara já, einhver önnur deild en hérna, og þá segja þeir við mig já, heyrðu, við fórum og hérna yfir þetta og kemur upp á krafsin að þú ert að fjalla Evrópusambandið og ég segi já, ok, hérna ég vil ekki hérna þurfa að þola það að geta ekki verið í þessu og hvernig er þetta hérna ráðstafa þessu hvað vil ég segja með SB? Já, hvað vil ég segja með SB? Og þá segja þeir, já, þú getur í rauninni komist hjá þessu bara með því að taka út bútin og ég segi, ok, er einhver aðra leiðir út af því ég sé hérna þegar ég byrti að þá er komin ný klausa sem stendur eitthvað, this is not about, ég man ekki hver klausan var nákvæmlega, ég get sett kannski ramman ef ég meðan, að þetta sé ekki sem sagt Evrópusambandið og svo get ég hakað í hérna að, já, ég viðurkenni í rauninni að þetta sé Evrópusambandið og ég spyr hérna hennan aðalega, en hvað ef ég bara, þú veist, viðurkenni, þetta er Evrópusambandið, bara hérna haka í það og þá segja þér, nei, þá verður myndbandi sjálfkrafa tekur niður út af því að það má ekki vera og hérna ef að þú gerir það og ert ekki sem sagt lögaðili af hálfu Evrópusambandsins, sem sagt einhver eða lögaðili embættismaður, hvernig sem það er orðað, það var náttúrulega ensku að ef þú ert ekki með í rauninni bara checkmark á því að þú ert í rauninni staðfesting á því að þú ert af hálfu Evrópusambandsins að þá verður það sjálfkrafa tekið niður ef þú viðurkenni það og þá hérna vakti ég náttúrulega athygli á þessu og mogginn hérna pikkaði í mig og fjallaði þetta og síðan þá hætti það þá hef ég ekki lent í þessu aftur ég er búin að fjalla hellingu með Evrópusambandi þetta er mjög sérstakt sko já, þetta er mjög sérstakt sko og það er kannski einkenni á þessu stóra ritskoðunarbáknu sem við lifum undir og höfum lifað undir síðustu ár og maður heldur kannski að þetta sé búið að skána það verður sprungið umræðinu á síðustu árum svona einhvern veginn, núna heldur maður að þetta hljóti að einhvern veginn skána, hefði maður vonað út af opinberu umræðu en líklega er það ekki rétt, líklega er það mikil bjartsýni og það er kannski það sem er svona óþægilegt við þetta allt er ógagnsæði sko, þú veist, þú ert svo máttlaus sem einstaklingur, gagnvart svona risa sem að bara segir af eða á það hvort að efnið fái dreifingu eða ekki, hvort þú fáir að setja þetta á YouTube, hvort þú fáir að fjalla þetta á Facebook, hvort þú fáir að setja þetta á X, Instagram, TikTok og svo framvegis og í gegnum svona ári núna þá höfum við í raun og veru lifa við og þú veist, þeir sem eru í bandarískri umræðu, þeir þekkja þetta var algjörlega fullt af fígúrum sem voru samt kannski með rosalega mikla dreifingu og rosalega mikið fylgi, þeir bara mega ekki vera á YouTube, mega ekki vera á TikTok og svo allt í einu mega þeirra og svo mega þeirra aftur ekki og svo mega þeirra, þú veist, Andrew Tate má þennan daginn vera þarna og svo aftur ekki, þú veist, og það er aldrei neinn, þú veist, þetta er svona þarna, og það eru svona fígúrur alltaf í aðrinum sem verða svona stærstu bitbeinin í þessu skilu, hvort það mega vera inni eða ekki en þú veist, er þetta einhver leið til að lifa fyrir samfélag, einhvern veginn, að þessi tæknifyrirtæki ákveði þetta á grundvelli eins og kom í ljós þegar þarna, þeir keyptu Twitter og flettu ofan að því hvernig þetta hefði verið á grundvelli samskipta við leyniþjónustur skilur, að þeir segja til það hvað má og hvað má ekki í þessu þetta er auðvitað bara mjög sérstakt og kannski ég veit ekki, kannski höfum við lifað bara einhverju búblu hérna að halda einhvern veginn að umræðan væri frjáls þú veist, á tímum stórra svona markaðsfjölmiðla sem við lifum við bara þegar við ólumst upp, ég meina þá einhvern veginn sá maður ekkert fyrir sér raunverulega að það væri eitthvað bannað að segja eitthvað í samfélaginu, ég meina það er svona allan í orði kveðinu og lifum við þannig en síðan, þú veist, eins og þegar Mark Zuckerberg var að fjalla það hvernig þetta hefði verið að þeir tóku sig í gegn á Facebook og léttu af einhverju ákveðri ritskoðun og svo veit maður ekkert hvað ritskoðun er í gangi einmitt núna og hvað við erum alltaf bara, þetta er svona, þú veist, við búum bara einhverjum helli og okkur er bara sýnt eitthvað ákveð sem við megum sjá í einhverju skilningi, maður alltaf að setja á sig áhlattinn þannig að það var að segja sko að það var orðið þannig til dæmis, ég held í sviðum kynjamála hvað kynir eru mörg og hvort þú getur skipt og eitthvað svona að þá máttir segja miklu meira í þinginu en þú máttir segja á Facebook það er að segja, þú máttir segja hluti í þinginu í Bandaríkjunum en þeir mátt ekki heyrast á Facebook þannig að hann var að segja bara við vorum komin á þá stöðu við vorum bara þú mátt segja þetta hluti hér en við megum ekki birta, við megum ekki, þú veist, leyfa þess að birtast á Facebook sko, þannig að
Nei, þetta mikið umhugsunarefni hefur lengi verið og maður getur orðin alltaf algjörlega geðveikur á því að skoða þetta of vel, sko. En eins og ég segi, í vissum skilningi, þá maður samt, sko, orðið á að vera frjálst og líklega alltaf einhver rammi. Auðvitað, mín mörk dregi persónulega alltaf í því bara þegar þú ert að hvetja til ofbeldisfullar byltingar, að hvetja til ofbeldis gegn einstaklingum eða einhverju slíku. Mér finnst það skynsamlegur rammi, það svona ærumeiðingar rammi og frekar klassískur rammi. En hver dregur ramman? Mér finnst það að vera þjóðríkin. Mér finnst ekki að það vera tæknifyrirtækin, skilur. Þannig að því marki, þá kannski ekkert óeðlilegt að þjóðríki amist við tæknifyrirtækjum, en ekki, sko, andjóni hálsmálið á þeim það hvað eiga ritskoða og hvað ekki. Þetta mjög flókin mörk, sko. Við viljum ekki láta sjá okkur á skítugum bíl og þess vegna mikilvægt að láta fagmenn sjá þetta. Alvörubón býður upp á persónulega þjónustu fyrir endingadrjúgt lakk og flottari bíl. Farðu inn á alvörubón.is eða einfallega rendu bara við. Þú munt ekki sjá eftir því og þú munt renna á flottari bíl heldur en flestir aðrir í umferðinni. Þetta flókin mörk og vinklar endar aðeins inn í og kemur okkur bara, hleytur okkur snirtilega inn í það sem við ætlum að ræða sem Evrópusambandið og mér þótti áhugavert að fá þig út af því að sko við erum sammála hérna þá niðurstöðu sem við viljum fá 29. ágúst. Við erum aftur á móti ekki alveg sammála það á hvaða forsendu það er. Það svona þótti milli sérstaklega út af því að þú ert að hugsa þetta út frá svona lýðveldispælingum, fullveldispælingum og öðru. Ég persónulega hef aldrei verið neitt svakalega mótfallið því að við göngum inn í Evrópusambandið. Hins vegar það að fara inn í Evrópusambandið í dag bara glapræði. Og ég meiri svona bara frjálshyggjumæður, bara ég vil pínu út af því að þú hérna hefur verið mitt rætt í nokkru viðtölum þar sem að þú bara frjálsflæði fólks og allir fá bara verið eins og þeir eru. Ég ennþá pínu þar, sko. En aftur á móti þá tel ég bara að Evrópusambandið vera á þannig vegferð að bara það að ganga inn í það í dag bara glapræði. Hins vegar út af því ég nefndi hennar Rómarsáttmála áðan sem þetta svona fyrirbæri sem að byggir á því að við höfum að vera með bara straumlínulaga viðskiptaferla bara mjög jákvætt. Hins vegar hefur Evrópusambandið farið í átt af því sem heitir Lissabonsáttmálinn sem kemur síðar sem byggir á því að þetta eigi að vera pólitískt vald. Þess vegna vil ég ekki gangi í þetta. Og hérna, þegar þú heyrir það svona vangaveltur og svona eins og segja, við séum ekki alveg sammála það á hvaða forsendum. Hvað það svona fyrsta sem kemur upp í hugann? Já, ég held að maður sé nú geti bæði skilið kosti Evrópusambandsaðildar út frá nokkrum sjónarmiðum og geti síðan gert sér líka grein fyrir ókostum Evrópusambandsaðildar út frá nokkrum sjónarmiðum og ég held að sé sannlega þannig í umræðinu, að sko það eru oft bara 1-2 atriði sem að skipta mestu fyrir fólki og það ræður úrslitum. Maður getur nefnt það sem skiptir mann mestu. Ég held að stóra máli á Íslandi til framtíðar séu lauslega það sem maður auðvitað svo bilu plata sem eru bara innflytjendamál. Að Ísland haldist í horfinu sem bara land okkar Íslendinga en að verði ekki einhvers konar. Já, þetta er þessi glóbalíska hugsjón einsleitnina, að þetta er alltaf vera einsleitt, þau eru náttúrulega talsmenn einsleitninar, það eru glóbalistarnir, að þetta er alltaf vera einhvers konar samsöðu pottur af bara alls konar einhverju og þá eru komin bara í ákveðna aftengingu við hugmynd sem að allar fyrir kynslóður ólust upp með að það sé í hverju landi sé ákveðin þjóð að breyttu breytanda, auðvitað hafa verið innflytjendastraumar í allar áttir alla tíð, en við höfum samt komið okkur upp ákveðnum ramma á síðustu öldum sem að við höfum unað vel við og hefur bara rétt eins og sko, kannski kjarnafjölskyldan eða eitthvað, sko, bara virka vel sem eining í ýmsu tilliti, þó að það hafi nú komið til árekstra líka í sögunni og ég held að allir séu þó sammála að takmarka árekstrana og stríðið, ekki síst líka með nútíma tækni. Ég held að stríð hafi náttúrulega verið allt annað konsept, sko, þegar menn voru með byssur gerir þetta náttúrulega strax verra, sko, en þegar menn voru að berjast bara eins og menn, skilur, þá var militariseringu auðvitað eitthvað sem að margir getur tengt við, skilur, frekar en eitthvað tölvukall í drónaherbergi að skjóta salla niður einhverja saklausa borgara. En þá er ég örugglega komin út á, þú sér að ég er stundum svolítið órauðkenndur í minni nálgun, en það eru innflytjendamáli sem eru stóra máli fyrir mér og frjálst flæði fólks. Ég spurt mig í sambandi við þetta enn EES-samning og ég er náttúrulega lendar eins og ég er líka búin að segja við til núna, ég er náttúrulega helsti
helsti varðmaður EES-samningsins þessa dagana, eins að þetta ESB-lið vill granda EES-samningnum. Ég hef spurt mig hvers vegna svona samningur frjálst flæði fjármagns, þjónustu, vöru og annars slíks. Þá held ég ekki komið þá þrjá þætti fjárfrelsisins. Fjármagn, fólk, þjónusta og vörur. Já. Af hverju fólk endilega hluti af pakkanum. Ég hef spurt gagnrýnina spurningar það sko hvernig þú ert að skipuleggja þá heildar efnahagsvæðið, og þá náttúrulega DNA-ið í Evrópus samruna hugsunni er kapitalist DNA í þeim skilningi að kapitalið og þarfir kapitalsins, þar að segja flæði kapitalsins, það forgangsmál að það gangi greiðlega fyrir sig, og ef það þjónar hagsmunum kapitalsins að fólk færi sér á milli staða vegna þess að þarfirnar eru þannig struktúrerar hverju sinni, þá bara verður það ofan á vegna þess að það eru þarfir kapitalsins, en síðan ertu þá með árekstur við þarfir sko þjóðana að mínum mati og svona samræmi í þjóðareiningunni og einhvers konar svona, já það þarf ekki að orða það á flókin hátt, það bara í raun og veru, þegar þú ert þá búin að segja hérna fyrir Íslanda til þess að fá aðgang að mörkuðum, þá þurfur að vera með frjálsa búsetu fyrir 450 milljónir í landinu þínu. Ég held að mjög margar kynslóðir Íslendinga hefðu þurft að láta segja sig þetta tvisar, býtu hvað þetta frjálsa búsetu 400 milljóna í mínu landi. Sko, aldamótakynslóðin, lýðveldskynslóðin, hún hefði þurft að láta segja sig þetta tvisar. Þetta snýrist náttúrulega líka sjálfstæðisbaráttan, að við réðum þá fyllilega þessum málum sjálf, og það var náttúrulega frjálst flæði á milli Norðurlandana lengi, sem ég held að fæstir hafa nú gert athugasemd við og endaði ekki í fjölda innflutningi, veistu hvað við, það er það sem að sko, og það er það sem ég hef sagt með EES-samningin, ef maður rekur sér tilbaka til stofnunar hans, og ég hef töluvert skoðað umræðinu í kringum EES-samningin og þar var auðvitað rætt innflytjendamál, þar höfðu menn sannlega áhyggjur af þessu. Má ég vinkla líka inn út af því að það var sérstaklega líka skrítið í sambandi við hælisleitenda umræðuna, að þá var þessu alltaf einmitt skotið inn, sko, að hérna það eru 450 milljónir sem geta komið hérna morgun og ekki það vandamál. Af hverju hefur áhyggjur? Og ég var alltaf bara, það meikar, það bara heldur engu vatni, sko. Nei, það heldur engu vatni, en málið er sko að, sko, í vissum skilningi, ef þú horfur á þetta, og ég bent á undanþágu sem Liechtenstein með gagnvart EES, þar að segja, þeir eru ekki með frjálst flæði fólks í raun og veru, þeir eru með kvóta á fólk sem getur fengið dvalarleyfi á þessu grundvelli. Við hefum ekki sóst eftir svona undanþágu, en ég væri hrifinn að taka slíkt til umræðu. Ef svo ólíklega vill til að við endum í aðildarviðræðum við Evrópusambandið, þá myndi ég halda þessari umræðu algjörlega lifandi inn í því, af því við erum bara örþjóð, við höfum séð mjög margvíslegar afleiðingar fjöldainnflutnings hérna á síðustu árum, þannig að við höfum ákveðna hagsmuni að gæta. En það sem þú varst að segja, sko, 400 milljónir, ok, af hverju hefur áhyggjur komaðu þeirna, skilur, fólk sem segir þetta, sko, það sem náttúrulega öfursnúið í einhverju skilningi við þetta er að sko, að ef að þá því meiri sem lífsgæðin hérna verða, að þá aukast hvatarnir til þess að fleiri komi. Og það er ekki endilega, sko, að mínum að þetta er sérlega sjálfbært til lengdar og hugsa út í það, þannig að þú sér það þegar það hefur verið uppsveifla hér, að þá streymir hingað fólk sem vill bæði uppsveifluna og svo auðvitað aðgang á velferðarkerfinu. Sömuleiðis er það orðið þægilegra út af því að það er orðið samþykkt á og þurfi ekki að tala íslensku. Það er alls konar svona múrar sem við ættum að hafa og höfum ekki haft, og að fara alveg inn í ESB er augljóslega bara að framselja sér enn meira valdi á þessu sviði, og talandi sáttmála, þá er það náttúrulega bara Amsterdam-sáttmálinn frá 1999 sem að tekur þessi mál inn í ESB og gerir þetta að sko valdsviði Evrópusambandsins í miklu meira mæli, þú veist, það er að segja ekki bara auðvitað frjálst flæði innan, það hefur kannski ekki stór áhrif á það, en það auðvitað, það bætist ofan á þetta lag að frjálst flæði utan, sem hefur náttúrulega hluta til verið ákveðið frjálst flæði utan Evrópusambandis inn í Evrópusambandi, það hafa verið bara mjög bæði lek landamæri og síðan líka bara ákvarðanir að taka við mjög mikið af fólki á utan, að þá er það komið inn í þennan pakka, og ef þú ert komin inn í þann pakka, rétt eins og við höfum bara vorum með svo skýrt dæminir í þingi núna í vor, og það var verið að samþykkja sem sagt innleiðingu hérna á Íslandi á ákveðnum hluta svona nýs pakka frá Evrópusambandinu á sviði verndarmála og hælismála, og
ákveðin atriði í þessu voru skuldbindingar okkar nú þegar gagnvart Schengen. Það bara hlutir sem við innleiðum alltaf hægt og rólega eða breytist eitthvað í grundvelli Schengen-samstarfsins, þá það innleitt á Íslandi og við semjum frumvarp og samþykkjum það. En síðan voru nokkur atriði sem sá líka inn í þessu og þegar maður bara kynnti sér heildar verndapakkan. Það voru margir hlutir sem voru ekki hluti af Schengen, við vorum ekki skuldbundin til að taka inn og við tókum ekki inn og við börjumst fyrir því sérstaklega í Miðflokknum vegna þess að það var orðað þannig í frumvarpinu að það ætti síðan bara að taka þá þætti til skoðunar í framhaldinu að jafnvel þóttu værum ekki inn í ESB að fara að taka til skoðunar frekari þætti verndapakka Evrópusambandsins án þess að vera skuldbundin til þess og við fengum það nú fram í Miðflokknum að þetta yrði mjög skýrt kveðið á að með samþykkt þessa frumvarps þá, með samþykkt þessa skuldbindinga væri engin ádráttur gefin að við værum að fara inn í einhver frekari aðlögun að hælispakka Evrópusambandsins. Þú vilt ekki vera með stjörnu í rúðunni og ef að svo ber við þá ferð þú að sjálfsögðu inn á polsen.is. Þar eru líka allskyns varahlutir og allt mögulegt, startkaplar og ég veit ekki hvað og hvað. Ef þú har til dæmis að endurnýja ferðavörurnar svo þetta sé tilbúið fyrir síðustu ferðalögin núna í haust, eða þá einfallega vera bara aðeins framsýn og vera búin að græja þetta fyrir næsta sumar þannig og þurfir ekki að vera að huga þið þá. Polsen.is kippir þessu öllu í liðin, þannig að endilega kíkið á allt úrvalið en sérstaklega ef að þið eru með stjörnu í rúðinni að græja það 1, 2 og bingo. En þá sáum við til dæmis þessa sem þú hefur nú rætt í þessu þætti og hefur nú verið töluvert til umræðu eðlilega að þessi endur útdeiling hælisleitenda eins og Evrópusambandið sér fyrir sér að gera og ætlar að gera og mun gera núna á grundvelli þessar nýju samþykkta að þjóðir geti valið að fá annarkvort fólk eða greiða sekt í vissu skilningi, sekt inn í sjóð. Hún var þarna inni og það voru meira þess að þingmenn Viðreisnar, Grímur Grímsson sem sagði fullum fötum í þinginu að hann teldi þennan þátt ekki samræmast hagsmunum Íslands og til fylgst til að geta fylgst á öryggis á málu flett upp hvað hann sagði nákvæmlega en þetta var efnislega það sem ég einlega man að hann sagði. Þannig að menn eru í raun og veru fyrirfram búin að gefa sér að þetta sem að við munum ekki komast hjá að innleiða væntanlega ef við erum hluti af Evrópusambandinu samræmist ekki hagsmunum okkar á þessu sviði. Og svo bara í víðari skilningi þá náttúrulega veit maður aldrei hvert valdheimildirnar þróast eða hver stefna Evrópusambandsins verður á sviði fjölda innflutnings á næstu áratugum. Ég alveg eindreið þeirra skoðunar að Evrópa eigi mjög að halda þessar höndum og ekki bara loka fyrir langt flesta leiðir sem hafa verið opnar hingað til heldur sömulegis vinda ofan af því sem hefur nú þegar verið að menn sem hafa komið á ólöglegum forsendum í gegnum til dæmis vernd þegar ástandi heima fyrir veitir ekki lengur tilefni til þessa að það þarf auðvitað sannarlega að vinda ofan og svo senda menn heim sem hafa komið á þeim forsendum í miklu meira mæli en nú þannig að maður vonar auðvitað að Evrópa gerir það. Af því við erum í Schengen, við höfum sameiginlega hagsmuni við Evrópu, maður vonar auðvitað bara Evrópu vegna að hún leysi sín lýðfræðilegu vandamál öðruvísi en bara með opnum landamærum. En við höfum enga tryggingu fyrir því Evrópusambandinu. Við höfum hins vegar meiri tryggingu fyrir því sem sjálfstæð þjóð sem höfum miklu meira vald yfir okkar innflytjendamálum hér að við getum stilt okkar stillingar eins og við þurfum. Bara þetta eitt bara svo stórt mál fyrir mig, en þó að það komi ládeyða tíma í innflytjendamálum eða annað eins, þá ekkert í grundvallar struktúrnum hérna sem hefur breyst og það getur alltaf skotist upp aftur og þá verður við að geta brugðist við strax ef einhver svona breytt nálgun veldur því að við séum hérna aftur komið með einhverjar stóra bylgjur sem við megum ekki við upp úr þessu Það er svolítið að reyna á þessar hugmyndir út af því að ég var hérna með Sigmund Davíð fyrir nokkru dögum og ég einmitt sagði hann og við sagði hann og svolítið áhugavert að spyrja ykkur sérstaklega miðflokksmenn þeir eru náttúrulega ekki þeir eru meiri átt af þeim svona flokkum sem eru þannig sem hafa verið kallaðar einhverju öfgahægri, þið hafi náttúrulega líka verið kallaðar öfgahægri svo þú veist, einhvern veginn helmingu þjóðarinnar sem hefur áhyggjur á hælisleitendamálum og líka átnir, ég myndi reyndar segja að það verið nær 80-90% sem að allavega hefur þróast í þá átt að hafa meira áhyggjur af þessu og ég hef aldrei fengið skýringu á því hvað hefur verið öfgafullt í okkar málflutningi, menn vilja ekkert endilega benda á það Nei, og eins og Douglas Murray hefur benda á að í flestum tilfellum það fólki sem að vill beita öfgafullum aðgerðum til þess sem einhvern veginn að takast á við málstað sem að þeim hugnast ekki sem ekki kallar öfgar, það er eitthvað svona umburðarlenda vinstri þetta er mjög öfusnúið en látum aðeins reyna á þetta út af því að ég spurði hann að núna þegar að flokkar sem eru töluvert líkari miðflokknum heldur en það sem að
hefur nú verið svona með taglar og haldir í Evrópusambandinu eru augljóslega að fara að taka þann yfir. Væri það ekki kannski fýsilegra, vinklum bara líka inn í núna að EES-samningurinn, reyndar ég hef sagt að ef að EES-samningurinn er í uppnámi þá skrifast það á þessa ríkisstjórn að hafa eyðilagt EES-samninginn sem að verið að spila með hann allavega. Já, það er allavega sagt að sko bæði ef við segjum já og ef við segjum nei að þá er EES-samningurinn í uppnámi, þannig að það skrifast á þessa ríkisstjórn. En ef að við erum samt í ágætis stöðu núna til þess að gera kannski bara fína samninga, Evrópusambandið er miklu meira þróast í átt af því sem að kannski miðflokknum myndi hugnast. Er ekki eitthvað þarna sem að miðflokknum gæti kannski hugnast, segjum svo að komi já 29. ágúst, gætir þú kannski snúist í þinni afstöðu ef að Evrópusambandið fer að þróast í átt einmitt að því að vilja taka á þessum málum, vilja taka á sérstaklega ólöglegri dvöl, taka á því að velferðarkerfið er farið að snúast að mjög stóru leyti fólk sem að er þannig að dvelja annarkvort í ólöglegri eða á einhverjum sérkennilegum dvalarleifum og fjölskyldusamningum. Gæti ekki komið upp úr hattinum að ykkur fari jafnvel að hugnast að ganga inn í Evrópusambandið? Sko, ég hef svarað þessu eins að mér finnst þetta mjög skiljanleg spurning og ég hef stuttasvarið sér auðvitað hugnast manni betur það sem hentar hagsmunum Íslands betur, þannig að ef það er skárra þá er það skárra, ég meina sjálfsögðu. Ég hins vegar sko þótt að ýmsir flokkar sem seti til þessi innflytjendamál á dagskrá hafi annarkvort mælst vel í könnunum eða sumstaðar eins og til þessi á Ítalíu komist til valda, þar ertu með tiltölulega öfgafulla ríkisstjórn ef þú fer út í það, þá sé ég ennþá ekki sko að Evrópusambandið sem skipulagseining hafi hegðað sér í gegnum síðustu ár, jafnvel áratugi, eitthvað öðruvísi en í raun og veru ákveðin mótor til þess að knýja fram og knýja í gegn sko skaðlegar hugmyndir fyrir aðildarríkin. Það er að segja, bara ef þú horfir á sögu innflytjendamála eins og hefur nú verið rakið hérna líka við ýmis tilefni, hvort sem er Ungverjaland eða Pólland eða þeirra baráttu fyrir stjórn á til dæmis hælismálum hjá sér, þá fengu þeir bátt fyrir það. Á sama tíma þá sér maður ekki að Evrópusambandið sé í heilsinni hérna fara á eftir Spánverjum fyrir að vera að veita dvalarleyfi í stórum stíl fyrir þá sem hafa komið ólöglega inn í landið, tala nú ekki áhrifin sem það er að hafa á til dæmis bara umræðum Schengen-samstarfið, og sömuleiðis sko Schengen-ríkin og sko ráðandi öflinan Schengen, hvernig þau hafa líka, hvernig þeim hefur mislíka það þegar til dæmis ríki taka upp bara innri landamæra vörslu og hamast svolítið í ríkjunum fyrir þetta. Þannig að sko heildar viðhorfið, ef maður horfir bara í gegnum síðustu ár, þá hefur það verið þannig, en sko Evrópusambandið sem að því þú ert að tala um hérna einmitt hvernig menn hugsuðu þetta hérna bara frá því miðja öld, skilur, hvernig upphaflegu hugsunina voru. Auðvitað voru sumir sem voru alltaf miklu samruna sinnar, en aðrir sem vildu bara svona traust og gott bandalag frjálsra og fullvalda ríkja ákveðin atriði, þar að segja einmitt, ákveðin efnahagsatriði, ákveðin viðskiptasambönd, svo þróast þetta auðvitað alltaf miklu meira í hérna pólitísku átt og í átt að meiri miðstýringu á kostnað valdsins hjá þjóðríkinum. Þannig að það hefur augljóslega verið þróun áratugum saman. Eins og ég segi, ef að flokkar taka við völdum víða sem hugsa þetta úr allt annarri átt og vilja öðruvísi Evrópusambandi, öðruvísi Evrópusambandi en hugsa reyndar svona sko hægri popúlista flokka, þú veist, þeir eru kannski í Þýskalandi róttakast í gagnvart Evrópusambandinu, AfD, en hinir eru, ég meina hvort sem það eru Le Pen og fríalagar eða Ítalir eða aðrir eins, þá eru þeir ekki að tala fyrir sko því að leggja niður evruna eða þeir eru ekki að tala fyrir upplausn Evrópusambandsins, þó að slíkar raddir hafi auðvitað heyrst hjá þeim í gegnum tíðina, þá hafa þeir mildast aðeins og AfD er svona báðum áttum, þeir eru náttúrulega stofnaðir utan þessa hugsjón sko, evruna, þó að síðan flóttamannabylgjan hafi skollið á þeim flokki eins og öðrum flokkum. Þá eru þeir stofnaðir uppálega bara af hálfu hagfræðinga sem efast evruna sem stjórntæki og hérna fyrir okkur Íslendinga þá er náttúrulega evran svona gulrót í þessu, menn er alltaf að tala evruna, að evran geti og það er svona að því að margar röksemdir eru mjög vitlausar í þessu en auðvitað sjálfsagt fyrir okkur að ræða gjaldmiðlamál á Íslandi, það er bara þarna, þú þarf náttúrulega að vera vitlaus til þess að neita bara að ræða það að aðri kostir í gjaldmiðlamálum geti verið hagfelldir á einhverjum tímabili fyrir Íslandi eða einhverjum tímapunkti þótt að krónan hafi líka kosti eins og líka liggur fyrir algjörlega af hálfu hagfræðinga og sérfræðinga úr öllum áttum, alþjóðlegra og innlendra, það eru líka sannarlega kostir við krónuna, en svo hefur hún þessa ókosti sem við þekkjum líka, en
En sem sagt þarna með evruna, þá náttúrulega líka til dæmis ef við horfum á málflutning þeirra sem eru krítískir á Evrópusambandið innan Þýskaland, þá náttúrulega margir sem haldaði fram þar bara að Þýskalandi hafi vegna verð eftir evruna og ég meina ef við horfum á stöðuleika evrunar á móti krónunar síðustu 15 ár, þá held ég að það sé engin grundvalla munur á stöðuleikunum, þannig að það komin töluveru stöðuleiki í krónuna hér frá því sem áður var. Þannig að röksemdirnar finnst mér ekki vera með þessu málstað núna fyrir Ísland síst af öllu, en þú veist, þegar þú talar þessu öll, maður á bara eftir að sjá það gerast að einhverja grundvallar breytingar verða á Evrópusambandinu til þess að maður geti farið að eiga slíka umræðu, en væri bærilegra ef Evrópusambandið væri með alltara nálgun í innflytjendamálum en verið hefur, já sannarlega, og þá myndi maður auðvitað taka það með í reikningin, en mér finnst svolítið mikið þurfa að breytast til þess að við sjáum einhvern veginn skýra hagsmuni fyrir Íslands að núna eigum að fara þarna inn, og maður hefur sagt náttúrulega sönnunarbyrðin liggja svolítið hjá áhliðinni, hvers vegna núna, maður hefur farið yfir evrusjónarmiðin og ég get náttúrulega farið svo sem á dýptina því viljum, en í sambandi við EES þá sko að því að núna töluvert spenna í alþjóðamálum og aðeins árun að koma EES, því að mér langar aðeins líka að bregðast við. Það fátt meira svalandi en að fá sér einn ískaldan hvort sem að í sólinni eftir langan vinnudag eða við fögnuðum með góðum vinum. Kaldi á einfaldlega alltaf við þar sem hann bætir og kætir aðstæðurnar. Kaldi léttbjór í samstarfi við þetta hlaðvarp og ég gríðarlega ánægður með það. Því að eins og ég var nefna við, sko, ég hef aldrei verið eitthvað rosalega mótfallið því að við göngum hann inn. En aftur á móti það bara, það glabraði í dag, sérstaklega með þessar forsendur sem þú ert að nefna, það að við ætlum einmitt að fara að ganga þarna inn þegar að stærsti flokkur í mikilvægasta ríkinu að tala fyrir því að ganga þarna út og líka í rauninni hætta með þann gjaldmiðil sem að við viljum þá líka fara inn með og ef að til dæmis ég var að ræða hérna við Jón Helga Egilsson, hann var einmitt að segja sko að það eru mikla skuldir bundar enn í evruna sem koma ekki fram á efnahagsreikningum sem að þyrfti þá að vera gert upp. Þannig að þá verður Grikkir og fleiri ríki þannig innanborðs að borga þjóðverjum sem ég veit ekkert hvernig útfært. Og það svona við sem eru skrítið hljómar eins og eitthvað mjög spicy alþjóða ástand ef það kemur til þess. Spicy vel árið komist. Og þess vegna ég alltaf að segja bara ég skil ekki, en ég aftur á móti sammála því að allir viðskiptakostnaður með evruna bara það mikill að segja einhvern veginn að það eigi ekki að skoða þetta og ég ekki að segja að þú að segja þetta en að, ég reyndar hef ekki heyrt neitt segja það, en það eins og þú segir, það heimskulegt að vilja gera það. En það bara þessar föstu breytur sem fyrir hendi það að Draghi segir að við erum á mjög sérkennilegu stað, þar að segja Evrópusambandið við erum á mjög sérkennilegu stað og til þess að takast á við það þá þurfum við að fara í drastískar aðgerðir. Það eiginlega búið að vera viðurkennt að þessar drastísku aðgerðir eru ekki eitthvað sem að verði fyrir hendi á næstu árum og eins og ég segi, ofan á þetta kemur það að AfD orðin stærsti flokkurinn í Þýskalandi og þetta því að þú erum að tala hérna marga hluti, það líka eitt í þessu, það vorum að tala Pírata hérna í byrjun sem að telja það að sko, málefni og vandamál séu leyst á fundum og þegar bara eitthvað komið í einhverja reglugerð að þá sé bara málefni leyst og þetta eitthvað sem að ég held að sé pínu í þessum vanda já til að sjá út af því að það líka alltaf þegar ég fer yfir þetta með það í hvaða stöðu Evrópusambandið að þá sagt sko, já en ég meina þeir eru að fara að skoða þetta og ég segi já en bara skýrslugerðir eru bara að benda á það að þeir eru alls ekki að fara að leysa þetta og þá eru þeir með hérna get out of jail free card já en við erum bara að fara að skoða hvað í boði endar alltaf þar maður er alltaf í rökræðum já sko ég tek svona bara 20 minna rökræður við fólk það bara ágæti og kosti og galla Evrópusambandsins og svo þegar einhvern næra einhvern veginn að koma það aðeins bara heyrðu hvernig ætlar að svara þessu opnaði fallífina út úr allir umræðu alltaf bara við erum bara að skoða ég búin að lenda þessu ég lendi nákvæmlega þessu sama í svo mörgum tilvikum að maður heldur svona að maður geti þú veist rætt sig að loka punktunum bara svona ok þetta þá óæskilegt þá kemur þetta aftur bara en við erum við ekki bara að fara að skoða skulum sjá og maður sér auglýsingar núna viltu sjá má ég sjá lægri vexti já þú munt ekki sjá það þarna má ég sjá lægra verð já þú munt ekki sjá það þarna í þessum samningi sko þannig að nei þetta gerist einmitt alltaf sko ég tengi mjög mikið við þessa þjáningar þínar já þarna einhvern veginn öllu haldið opnu eitthvað svona sem liggur samt fyrir sko rétt eins og þú ert að segja með sko aðgerðir Evrópusambandsins til þess að leysa vanda Evrópusambandsins
á sviði samkeppnishæfni eða bara vandi iðnaðarins og þessi grundvallar atriði sem hafa verið að fara aflaga núna á undanförnum árum og áratugum á meðal helstu skrefana sem eru nefnd í því samhengi aukin samruni og Draghi tala með þannig við þurfum að vera miklu fljótar að hreyfa okkur, fljótar að taka ákvarðanir. Það er að segja, þjóðríkin þurfa að hafa bara minna og minna það að segja hvert við stefnum og miðstýravaldið þarf að hafa meira og meira það að segja. Þannig að það svona kenningin það, hvernig menn ætla að feta sig áfram og svo ertu einmitt með stór öfl í öllum aðildarríkjunum sem bara vilja ekki sjá meiri samruna, þau vilja sjá meira sjálfstæði. Þannig að maður getur eiginlega séð utanfrá að þessa klemmu enginn að fara að leysa. Það heldur verður bara áfram ekkert gert, rétt eins og verið hefur. Þú veist, þess vegna þurfa menn að vera menn geta ekki bara rætt það þau eru nú að stefna að ýmsu góðu raunhæft að þau séu að fara að taka til í sínu ranni með þeim hætti að það mun til dæmis einhvern veginn hafa batnað þegar við síðan göngum inn, hvort sem það væri eftir 5 ár eða 10 ár eða hvernig sem það væri eða væri við bara að skrá okkur í þetta vandræða bandalag að þessu leiti en það er eiginlega bestu rökið satt fyrir já til að sjá já. Og þá værum við bara að fara að sjá hvort að þeir myndu taka sig í gegn. Hvort að við værum þá að fara að sjá Evrópusambandið verða allt öðruvísi en þá aftur á móti þurfum við líka að taka inn í kostnaðinn en þá erum við að fara að eyða miklum tíma og púðri í það við getum alveg séð Evrópusambandið, við sjáum alveg Evrópusambandið í fjölmiðlum þóttu við förum ekki aðildarviðræður og við getum alveg fylgst bara náið með þróun Evrópusambandsins og ef að þróunin þar ótrúlega hagfelld og við áfram einhvern veginn tvístígandi eða jafnvel förum að meiri hluta til að meðal þjóðarinnar að vilja ganga inn í Evrópusambandið þá líka bara hægt að halda hérna eins og vera ber alþingiskosningar þar sem að flokkarnir eru spurðir viltu ganga inn í Evrópusambandið eða viltu ekki ganga inn í Evrópusambandið og svo eru þau kosnir á grundvelli með tilliti til þessar spurningar og svo kannski bara eru þau konar með meira hluta þingi fyrir að ganga inn í Evrópusambandið en allt þetta ekki fyrir hendi núna og ástandið svona inni þannig að þetta í raun og veru alveg hrikaleg framkvæmt og hún stafar aðeins af þessari óeiningu innan ríkisstjórnar og við lendum í raun og veru bara með þetta í fanginu með þessum hætti vegna þess að það ekki skýr meira hluti fyrir Evrópusambandinu hvorki á þinginni á meira þjóðarinnar en að því ég ætla að reyna að klára heila hugsun hérna með EES af því að það talað svona að miklum svona með kvíðafullum hætti EES að EES sé alveg eins líklegt til að deyja drottni sínum allt í einu núna undir allt undir núna þegar það var ekkert á síðustu 30 árum hérna sem hefur bent til þess að EES í svona viðkvæmri stöðu og Evrópusambandið setur á okkur tolla og maður svona, eru menn að senda þau skilaboð að við skulum gjöra svo vel að fara inn í Evrópusambandið og auðvitað getum við túlkað alþjóðasamskipti stundum á þannig dramatísku nótum að segja, hérna eru menn að segja okkur að við þurfum að fara inn í ESB ef menn ætla bara að setja sig þessar stellingar sem einhver svona greinendur á því hvernig við erum að skilja veröldina Evrópusambandið hefur þá allt í einu mikinn áhuga að fá Íslandi inn og þá aftur komin að svona þessari fullveldispælingu á sama hátt og Íslendingum hrís hugur við til dæmis tilburðum Trump í Grænlandi og við höfum fordæmt það mjög skýrt bara á línuna á Íslandi og víðar í Evrópa sjálfsögðum einmitt þetta að svona virkar þetta ekki þú ert ekki að segja að þú ætlar að taka núna nágrannaríki með valdi sem hefur verið vinnveitt þér öll þessi ár og Danir sem hafa ekki sýnt annað en bara hollustu gagnvart Bandaríkjunum og svo framvegis og innan NATO þetta erum við ekki að fara núna að hafa sem einhvers konar viðtekna venju hérna í alþjóðamálum rétt eins og við erum bara mjög skýr á línuna það þá þurfum við náttúrulega líka að halda í okkar svona sjálfstæðu sín eða svona sjálfstæðis tilfinningu gagnvart Evrópusambandinu á sama hátt Herru, þú ert ekki að fara bara að svona einhvern veginn stjaka við mér þannig ég skulle bara gjöra svo vel að rjúka inn í Evrópusambandi vegna þess að einhvern veginn þú ert komin í geopolítíska spennu hérna yfir Atlantshafið þá segir ekkert bara, herru, þið skulle bara gjöra svo vel að koma hérna inn að því við þurfum þá skák í okkar skákborði þannig að við erum í þessari spennu í báðar áttir í vissum skilningi það og það bara það sem við þurfum að horfast í augu við bara sem veruleikinn á Íslandi að það bara, við horfum til vesturs, við horfum til austurs og þarna
það bara skiptir máli að við séum þetta góða útlensku orð, súverén, þú veist, bara við séum fullvalda gagnvart vendingunum og segjum þá bæði við einmitt grannana í vestri, bara, heyrðu, hingað ekki lengra, skilur, við erum ekki að sýsla svona með landsvæði á Norður-Atlantshafi, það er bara ekki það sem er að fara að fljúga gagnvart okkur, en á sama hátti austur, heyrðu, við erum með okkar samninga, við erum með EES-samningin, við erum í djúpu samstarfi við ykkur í Evrópu, en við viljum ekki fara alla leiðin í Evrópusambandið. Þannig að þið eru ekki að fara að narra okkur þangað inn með einhverju svona brellum, sko. Nei, það er líka annað. Þannig að við þurfum, af því að ég skynja að það er mjög skýrt í vestur, þessi góða afstáð okkar að segja bara hingað ekki lengra, þeir eru ekki að fara að gera þetta svona, en það vantar stundum aðeins í austur líka til Evrópa, því við erum stundum svolítið bláir gagnvart Evrópusambandinu og þeirra stóru hagsmunum á veraldarsviðinu, þau eru auðvitað í geopólitík, sko. Ástæðan fyrir því að hljóðið í þessu hlaðvarpi er svona ótrúlega gott er Þorgrímsson. Ótrúlegt úrval af öllu sem við kemur innréttingum og fleiru. Ef þú þarft að bæta hljóðvist eða gera þetta flottara, þá finnur Þorgrímsson lausn á því. Þeir geta jafnvel gert bæði í einu. Persónuleg þjónusta sem ég hef náttúrulega nýtt mér gríðarlega mikið í þessu hlaðvarpi. Ótrúleg útsjónarsemi í því að koma með hugmyndir fyrir öll rými. Þetta er nánast göldrum líkast. Þorgrímsson, kíkið á málið. Það er líka annað þessu sem hefur verið bara, sérðu ekki hvernig Trump er að haga sér, sérðu ekki hvað er í gangi í vestur og bara Bandaríkin eru að haga sér á allt annan máta. Hann er ekki sá trausti aðili sem við getum treyst á lengur og þar af leiðandi ættu við náttúrulega að vera að íhuga okkar stöðu bara út frá öryggissjónarmiði, en að horfa á það, ég meina, hefði Grænland ekki bara verið yfirtekið af Bandaríkjamönnum ef að Danir væri ekki í Evrópusambandinu, sem þetta Grænlendingar eru ekki og hafa ekkert huga á þrátt fyrir það að þeim hafi staðið þessi ógn af Bandaríkjunum. En þá þurfum við líka að setja fótinn í jörðina og ég vil sjá Þorgerði Katrínu gera þetta og segja, heyrðu, við viljum ekki sjá neina hverja NATO-hernar innviði, forsætisráðherra nefndir þetta NATO and the United States, sérstaklega í því tilliti. Við getum ekki bæði verið að segja, heyrðu, við þurfum að fara inn í Evrópusambandið út af því að Bandaríkjamenn vilja setja upp hernaðarinnviði hér á landi, en á sama tíma sagt, heyrðu, gaurarnir sem ég var að samþykkja hernaðarinnviði frá, við ætlum að fara inn í Evrópusambandið út af því að okkur stafar ógnaðum. Ég er sammálað þessari útlegginguðinni. Mér finnst þetta menn fara tveimur sögum af því hvað er að gerast í alþjóðamálum. Annars vegar að við séum í raun og veru bara að hverfa frá sambandinu við Bandaríkin til þess að fara og leita skjóls hjá Evrópusambandinu, að það sé stóra frásögnin. Og svo segja á næsta fundi, já, samstarfið við Bandaríkin er algjörlega óbreytt, það er traustur bandamaður okkar og við munum algjörlega halda áfram að starfa á grundvelli varnarsamningsins og svo NATO. Ég meina, þetta tvennt náttúrulega fer ekki saman ef þú segir sko að þú ætlir að getur ekki lengur treysta Bandaríkin en þú verður áfram að treysta Bandaríkin, menn verða að komast að einhverju niðurstöðum þetta. Og ég má bara skrifa pistil þetta held ég var bara pistil í morgun að sko Atlantshafsbandalagið, það er sá varnarstruktúr sem við byggjum á í Evrópu og í viðarskilningi með Kanada og Bandaríkjunum. Það eru 30 evrópskríki þarna, 2 í Norður-Ameríku. Þetta er að miklu leyti til og öll nýja aðildarríki að Atlantshafsbandalaginu síðustu 20-25 ár hafa bara verið Evrópuríki. Þannig að þetta er bara komið með alla Evrópu þannig, hann eru líka með Norðmörum og Bretum. Og sko Atlantshafsbandalagið, þó að sko Bandaríkin og þeirra fórustu hlutverk innan Atlantshafsbandalagsins, ef þau eru orðin óviss sitt fórustu hlutverk innan þessa hernabandalags eða varnarbandalags, þannig að maður tala nú eins og góður NATO sinni, þannig að sko ef að Bandaríkin eru farin að efast sitt fórustu hlutverk þá ef að þungamiðja sambandsins og starfsemina færist til Evrópu, þá væri það bara að vera þannig, en það er samt á grundvelli Atlantshafsbandalagsins og NATO sem við erum að huga varnarmálum. Það er ekkert í strúktúr Evrópusambandsins sem að hefði geta valdið því að Finnar og Svíar hefðu einhvern veginn geta unað við að vera bara þar, skilur þeir eru rjúkinni í NATO. Þannig að þessi varnarstruktúr að mörguleiti líka bara sama hvað mönnum finnst Bandaríkjastjórn sittandi og sama hvað mönnum finnst auðvitað ákvarðanir og gjörði NATO í gegnum tíðina, þá er þetta lykillinn af vörnum á þessu svæði og þetta er það sem hefur fælingamátt og þetta er það sem byggir stöðu Vesturlanda upp í varnarmálum. Þannig að já, en í þessari Evrópusambandsumræðu núna þá eru menn svolítið búin að reyna augljóslega
að þyrla upp ryki það sko að þú ætlar einhvern veginn að halda að sleppa á sama tíma, annars vegar getur ekki lengur treysta Bandaríkin og hins vegar verður að fara ertu bara 100% að fara að gera og Þorgeir hefur verið alveg skýr inn í þingi að það er ekkert að breytast í varnarsambandi við Bandaríkin, það er ekkert að það er þingsályktun til að algjörlega á línuna hjá öllum flokkum á Alþingi sem var samþykkt nýlega sem bara gengur út á þetta að ástandi í varnarmálum er bara að þessu leyti óbreytt. Það breyti því ekki að við gerum mjög alvarlega athugasemdir væga sagt við þetta Grænlandsdæmi að við munum ekki sætt okkur við að menn séu að hóta því að taka Grænland með vopnavaldi af bara nágrunum okkar vinum og einhverjum sem eru vinir innan Atlantshafsbandalagsins. Þannig að það þarf sannarlega greiða úr því og tryggja að sko, við séum ekki að lifa við slíka orðræðu sko. En hvað er annað að gera en bara halda síðan áfram einhvern veginn á þeim grunni? Það er það sem allir eru að segja. Þannig að það er ekki inn í Evrópusambandi sem menn er að fara að leita skjóls. Það er bara svona praktískt og horfir bara sviðið. Það bara lítur þetta svona út sko. Ég fekk ógrunni spurninga. Já, menn spenntir. Eitthvað erum við nú búin að ræða, þannig að ég ætla að pikka allavega út. Hvernig björgum við íslenskunni? Já, það er ein löflétt 30 sekúndur. Ein löflétt maður. Það er bara með því að búa hérna áfram íslensk þjóð á Íslandi. Það er skiptir máli að íslenska sé aðal samskiptamáli í samfélaginu, ungmennin í tækjunum. Við þurfum að finna alls konar leiði til þess að tryggja stöðugt áreiti fyrir þau á íslensku, vélþýðingarnar. Ég hef ákveðnar væntingar til vélþýðingarna að tækin geti bara hægt og rólega verið orðin öll á íslensku, sömuleiðis efnið og allt annað. En nei, ég hef náttúrulega haft miklar áhyggjur af þessu og reynt að vera svona raunsær með þetta, en við björgum ekki íslenskunni með því að halda áfram að hafa opin landamæri og vera með kvöldnámskeið upp að höfða við í íslensku. Það er tilraun sem að hljómar, ég veit þetta ekki hvort hún hljómi gerleg, en margir hafa svona stuðst við að þetta snúist einhvern veginn allt það og þarna verði ég aftur pirraður, svona verði að vera pirraður sko, þetta snúist og svona afleiðingar svona innflytjastefnu eins og við höfum búið við eins og til með saman, getum ekki lengur tala íslensku á Íslandi í sama mæli og við gátum. Af slík afleiðing heimamönnum er alltaf kennt ef við reynir að rannsaka svona hvernig orðræðan er hjá þeim sem hafa farið með völdin hérna eða þeim sem láta sig varða íslenskuna, ónefndir aðilar, þá er niðurstaðan alltaf svo að þetta er Íslendingum að kenna. Vondi Íslendingurinn, hann er ekki nógu duglegur að tala íslensku við komumenn, hann er ekki nógu duglegur að kenna einhvern veginn bara öllum útlendingum á Íslandi íslensku. Hann er ekki nógu vinalegur, hann er ekki að bjóða þeim í matabóð og svo framvegis. Það er aldrei einhvern veginn farið lengra í umræðin en bara það að þetta hljóta að vera einhvern veginn hvað við Íslendingar erum einhvern veginn kuldalegir. Sko, Íslendingar ber ekkert ábyrgð á heiminum öllum, sko. Íslendingar mega bara alveg gera kröfu óháð öðru til þess að geta tala sér tungumál í sínu landi. Það þarf ekki að gerast einhver íslensku kennari á faraldsfæti alltaf, sko. Þú mátt bara ganga út frá því að þú getur talað þitt móðumál í þínu landi. Þannig að þegar kemur þetta svona, já, þú bara verður að vera duglegri að tala íslensku þegar einhver svona með hreim og eitthvað svona bara, við erum nú bara öll mannleg, sko, við lendum í einhverjum samskiptum og allt í einu er það bara eitthvað, ok, er það ekki bara enska, við þurfum að leysa þetta flókna mál og svo framvegis. Auðvitað er mörg dæmi fólk sem hefur lært íslensku með áhrifaríkum hætti. En það er mjög oft fólk sem er með germanskt mál sem nær góðum tökum á íslensku. Þeir sem eru með önnur móðumál eiga töluvert erfiðar með að læra íslensku og það er margra ára, ef ekki áratugaferli að verða fullnuma í íslensku ef menn verða þá nokkuð tíma. Þannig að já, ég hef svona, hvernig björgu í íslenskunni, ég hef allan að sagt að það sé mikilvægt að hætta að gera sér einhverja óra það, hvernig við getum haldið í horfinu hérna. Við þurfum að breyta innflytjendastefnu og við þurfum auðvitað að gera ýmislegt annað. Já, þetta náttúrulega líka vinklarinn í, það fekk nokkrar spurningar eða tvær allavega hérna inngildingu, sko. Já. Vinklarinn ágætlega inn í það er að sama upp á teningnum þar sem að ég hef verið að segja að það að taka á móti fólki með mjög, þú eykur andúð á samkynhneigðum með því að flytja inn mjög stóra hópa úr samfélagi þar sem andúð gegn samkynhneigðum er mjög útbreidd og það er alltaf sagt, sko, er að koma upp augljós afleiðing þess að vera með að flytja inn fólk þar sem að bara allir ofbeldi er tíðara og töluvert frábröðunar af því sem að við höfum verið með hér á landi, að þegar slík mál kom upp og þá er alltaf, sko,
það var alltaf með aðra fallíf sko, sem já, þeir stóðu ekki eitthvað nægilega vel í inngildingunni. Nei, þetta heimamanninum að kenna sko. Í alvöru, það alltaf rauður þráð, það bara þarna einhver þetta svo galið. Já, einhver kalli heima á sér var bara ekki nóg duglegur að inngilda, þannig að ergo það varð bílaárás í bílakjallara sem snýst samt sko, en var hann úr Hamas? Já, sem sé ekki slett. Og svo það náttúrulega stóri brandarinn í þeirri umræðu sko, að þeir töldu sér bara hafa unnið fullnaða sigur í þeirri umræðu sem vildi bera blak af því máli að lögreglan hafði ekki formlega viljað viðurkenna einhver ákveðin tengsl við Hamas hryðjuverkasamtökin, eins og það verið stóri punkturinn, eins og allir ætti bara já, eins gott, skilur, þessi tilraun til manndráps í bílakjallara var ekki á vegum formlegra Hamas liða. Ég held að stóra málið. Nýr samstarfsaðili þessa hlaðvarps HD er íslenskt iðnaðarfyrirtæki og þjónustufyrirtæki með yfir 150 sérfræðinga á 5 starfsstöðum. Fyrirtækið rekur sérhæfð vélaverkstæði og stálsmiður, sinnir viðhaldi og uppsetningum á lykilbúnaði og veitir sérhæfða vettvangsþjónustu, til dæmis fyrir raforkuver, hitaveitur. Þetta bara allt sem að við kemur raunhagkerfinu. Þannig að ef að þú þarft á einhverju slíkri aðstoð að halda, farðu inn á hd.is og fyndu lausn við þínum vandamálum. Í þessu sem öðru og sömuleiðis líka sko inngildingin, maður fær líka að því að þú veist, auðvitað verður að sko úr því sem komið innan skólakerfis og á öðrum stöðum verður sannarlega að sko tryggja að börn innflytjenda þar sem þau eru nái að sko eins og við getum náið aðlagast í samfélagið, þótt að það verði sífellt óraunhæfara líka þegar hlutföllin er orðin svona há, þá verður þetta bara einhver öðru en þá það líka alltaf sko, vilt þú ekki borga fyrir þetta, vilt ekki bara meiri íslensku pening, þú veist, það alltaf kostnaður við aðlögun, kostnaður við inngildingu, kostnaður, þá alltaf svona, þá þetta nota svona einhvern veginn, þú ert ekki trúverðugur nema og vilji dæla milljörðum í eitthvað sem við eigum að telja bara sjálfsagt sko. Veistu hvað við? Það ekkert, ég meina, og ef við bara spórum tilbaka þegar fólk var með þessi heilbrigðari hugsanir öll þessi mál og þessi rosalegi vinstri vókismi var ekki búin að svona tröllrið þessari umræðu sko á 20. öld bara, þú veist, bara fyrir 30-40 árum ef að koma innflytjendur sem að koma alveg í gegnum tíðina á Íslandi, þá bara jú, samfélagi tekur utan þá, hjálpar þeim að læra, hjálpar börnum að læra eins og við getum, skilur upp. Wir schaffen das. Já, og svo það reyndar líka annað óraunsæis moment, skilur, að við getum þetta allt, skilur, og það líka svona, maður heyrir þetta svona, eins og við ráðum, erum við of góð bara alltaf að ráða við þetta, taka okkur skurk, skilur, bara nei, við ráðum alls ekki við þetta, síðustu ár hafa sýnt það, og við getum annarkvort breyttum stefnu, eða þá bara áfram flotið sofandi að feigða rósi. Það eru bara þessar tvær leiðir, og flotið sofandi að feigða rósi, sviðsmyndin felur í sér þetta andvaraleysi sem bara auðvitað, þarna bara getum við ekki bara haldið fleiri íslensku námskeið. Sko hvatinn til þess að læra íslensku á Íslandi svona meira og minna hverfandi sko, þú veist, ef þetta heldur svona áfram, hann bara hverfandi, en þá ertu bara komið með það kritískan massa af fólki sem telur sér ekkert fyrir að læra íslensku, að þeir sem bætast við, þeir komast ekkert að þeirri niðurstöðu að koma að hér læri menn íslensku, heldur þessi bara við búum hérna í ákveðnum svona hliðarsamfélagi, auðvitað samgangur, en við tölum hérna mitt okkar á ensku sko, og sömulegis börn sko, eins og ég segi, þegar íslensk börn fór út í búð, skilur, sem eru bara 8 ára, og það er bara töluð enska í búðinni sko, þá fá þau auðvitað bara komast bara þeirri niðurstöðu að enska sé svona opinbera samskiptamálið sko, við þurfum að læra ensku til að tala þarna, en svo getum við tala íslensku heima og í skólanum og eitthvað svona sko, og þá ertu bara komin í svona stöðu sem að mörg svona minnihluta þjóðarbrot hafa verið í ýmsum stærri ríkjum þar sem að þú ert með eitthvað opinbert mál sem að þessi enska, og þá ég svona að draga upp kannski aðeins dekkri mynd en einmitt núna, en þá það enska, en svo bara íslenska, þú veist, við höldum henni lifandi í skólum og heima og eitthvað svona. Þetta sviðsmynd sem að við þróumst í átt að ef við reisum ekki rammar skorður við þessu. Já, en hérna það var einn sem að sendi mér og vildi sko fá að vita að hérna með Evrópusambandið að ef að kemur upp úr hattinum hvernig horfir það við miðfloknum? Þú veist, þið þá að fara í baráttu gegn því að við förum þá í að aðlaga okkur meira að Evrópusambandinu? Það að fara að virða þjóðarviljan? Já. Þannig að það einhvern veginn þannig. Ég held að auðvitað virði maður þjóðarviljan.
en hvað þýðir það að virða þjóðarviljan í þessu tilviki? Ég held að allir flokkarnir leggi sinn skilning í það. Ég meina, sko, er þjóðarviljinn sá að þessar samningaviðræður verði þá í framhaldinu, ef að þessi atkvæðagreiðsla, ef henni svara játandi, er það þjóðarviljinn sá að samningur verði óháð öllu öðru kláraður? Skilurðu? Myndir þú skilja það þannig? Nei, ég hef heyrt mitt segmynd að segja, sko, ef ég fer með ríkisstjórnina, eða með stjórnartömmana, er ég búinn að uppfylla skilyrðin ef að ég fer út í Brussel og sé, já, hvað er það að bjóða? Ok, þetta, ok, flott. Ef þetta er bara já til að sjá, þá er það bara þjóðarviljinn, þá er þetta bara að sjá hvað er boðið. Ekki endilega að klára samning, en sem bara vegna þess að ef að þjóðarviljinn er sá að það verði þá að klára samning, af því að ég bara hugsaði því að auðvitað hefjast aðildarviðræður ef þetta er já, vegna þess að það er bara svo ríkisstjórn sem er við lýði, þannig að hún mun hefja aðildarviðræður, þannig að það mun að því marki vera uppfyllt og verður ekki dregið tilbaka. Ef þarna en þess vegna spyr maður bara, þú veist, er þá þjóðarviljan að samningurinn verði kláraður, en það er búið að gefa alveg skýrt kynna af hálfu ríkisstjórnarinnar að það er ekkert sem gefur, þau líti ekki á þetta sem tryggingu fyrir að við munum klára samning. Það er bara að byrja aðildarviðræður. Þannig að þessi spurning eiginlega fellur sjálfa sig, en aðildarviðræðurnar verða auðvitað byrjaðar og þar með er búið að uppfylla þann þjóðarvilja, en síðan er örugglega hluti þjóðarviljan sem vill sannarlega klára aðildarviðræðurnar þannig að það komi samningur, en það er ekkert sem er fast í hendi að það komi samningur, það kom ekki samningur síðast. Það er ekkert sem fast í hendi að jafnvel þótt að komi samningur að hann verði yfir hlaður í aðra þjóðaratkvæðagreiðslu eins og bæði Kristrún Frostadóttir og Jóhann Páll Jóhannsson er búin að gefa skýrslu kynna að þau mun ekki leggja samning í þjóðaratkvæðagreiðslu sem þeim líst ekki á eða sem ríkisstjórnin stendur ekki við. Þannig að, sko, ég held að mér finnst bara augljóst með þetta sem fyndin brella, sko, þegar ætla þeir ekki að virða þjóðarviljan, bara heyrðu, sko, ef það já við þessu, þá verður farið í aðildarviðræðurnar. En hvað tekur við eftir það? Það er bara eitthvað sem allir flokkarnir hafa ólíka sýn á og er í raun og veru ekki spurningum afstöðu úr þessari þjóðaratkvæðagreiðslu. Hún snýst bara að hefja þessar aðildarviðræður að nýju, að opna þær að nýju. Það er líka eitt í þessu sem hver eitt flokkur hegða sér í þessum samningaviðræðum verður bara mjög ólíkt og ég held að verður bara mjög ólíkt innan ríkisstjórnar hvernig flokkur fólksins mun nálgast þetta samfélkingin og Viðreisn. Já, algjörlega. Það er reyndar annar vinkill sem við kannski ljúkum þess á. Það er eitt sem hefur farið aðeins verið brjóstum með. Það hefur verið talað um þetta örlítið, en mér finnst ekki nóg út af því að, sko, mér finnst miklu betra að huga þessu út frá augum Evrópusambandsins. Tökum bara undanþágur. Hvernig á Evrópusambandið að haga þeim málum. Menna, ef þeir voru að gefa miklar undanþágur, að þá vita þeir líka að fyrir aftan sig verða Spánverjar, Portugal, fleiri sem að munu segja, herðu, já, ok, ef þetta er í boði, skilur, þá viljum við fara núna í umræður það hvort þetta er ekki boði fyrir okkur. Þannig að mér finnst svona umræður svona hluti, út frá sjónarmiði Evrópusambandsins. Ég horf ekkert á þetta sem eitthvað svona hræðilegt afl sem er að reyna að sanka til sín völd þó svo að þeir vilji náttúrulega takast á við sín vandamál með því að taka til sín meira völd, en það er svo sem annað mál. Að ef að við erum að fara þann út, hvernig verða titlar alla fyrirskana í til dæmis Bretlandi, í Danmörku og annar staðar? Iceland decides to check what the EU is all about. Iceland decides to see what is in the package. Hvernig eiga þeir að túlka þetta öðruvísi en að við ætlum að ganga þannig inn? Já, ég meina, ég held að í öllum rammanum sem var lagt upp með í fyrri hluta þessara aðildarviðræðna, ef að menn fallast á þennan skilninga að þessi bara verið að halda þeim áfram, allur ramminn þar gekk út frá að sameiginlegt markmið þessara viðræðna væri bara aðild að Evrópusambandinu, en það auðvitað og tala við útlendinga hvar sem þeir eru og ég maður er búin að vera í samskiptum við erlenda blaðamenn, þá auðvitað bara líti allir svo á að þessu verið að kjósa það hvort við förum inn í, sko, auðvitað geta menn átt að sjá því að það er ekki verið að kjósa endalega aðild, en það er verið að kjósa það hvort við förum að stefnum inn í ESB eða ekki. Nei, en líka, ef við erum að fara að taka upp gamla samningin, sem að var eitthvað skonar bitbein þannig á sínu tíma, ef við erum að fara að taka þann samning sem við vorum að fara í, að þá er okkar sérstaka góða samningsstaða fyrir bí. Þú getur ekki bæði sagt að við erum með frábæri samningsstöðu þess vegna við fara í þetta núna og líka sagt, heyrðu, og við ætlum að fara og halda áfram með þann samning sem við vorum nýkomin upp úr hruni með. Þessu hefur ekki verið svara skýrt hvort að menn haldi áfram á gamla gruninum eða alveg nýjum, ekki frekar ýmsu öðru sem ekki verið svara skýrt, en sko, það kemur alltaf bara frekar vel í ljós að það var þessi ágreiningur held í miðlunum nú í sumar þar sem að Þorgerður þegar við gefið í skyn að hún hefði nú fengið bara svona jákvæða viðtökur við skilur sínum pælingum ýmsar undanþágur
og svo kemur einhver allt annar og segir bara nei, þetta er ekki það sem við könnumst við og þetta er náttúrulega lýsandi fyrir kannski það sem koma skal í vissum skilningi að auðvitað getur þú talað við einhvern einn í Evrópusambandinu sem finnst eitthvað sko, en svo ertu bara með allt lobbyið, alla hagsmunaverðina allan hennan her sem að Ólafur Ragnar hefur talað svona sko og nefnt eitthvað 10.000 sem þeir eru sko sem að byrja að sko skipta sér af þessu ferli sko, þetta er ekkit bara þú veist, einhver einn og einn fundur þar sem við erum bara eitthvað að gera þetta svona svo bara fara menn í sitt bakland og í baklandi aðildarríkjana reynt eins og Steingrímur J. Sigfússon lýsti mjög vel í grein sem hann skrifaði sem er bara grein sem ég mæli með að lesa því að hann virkilega hefur innsýn í það hvað aðildarviðræður þýða fyrir ríkisstjórn landsins að þá er hann lýsa bara sko, það er ekkit af einhverjum illvilja einhverja ákveðina aðila í Evrópusambandinu sem við fengjum ekki hina þessa undanþáguna eða einhverja algjöra undanþágu frá sameiginlegri sjávarútvegsstefnu eða annað eins sem að margir óskar sér þessa dagana. Það er ekkert af illvilja einhverja einstaklinga sem að við fáum það ekki. Það er bara vegna baklands aðildarríkjanna. Þú ert bara með, sko, þú ert með ráðherrana og svo ertu bara með þingin hjá þeim og svo ertu bara með þjóðina þar. Og svo ertu bara með sjávarútveginn í þessum löndum sem að hefur bara þurft að kyngja regluverki Evrópusambandsins í gegnum árin. Þannig að þegar einhver nýr ætlar að mæta 400 manna þjóð, ég veit það ekki, og segja bara við ætlum að breyta sameiginlegri sjávarútvegsstefnu Evrópusambandsins af því að markið að við ætlum ekki taka þátt í henni. Það er allavega hljómar ótrúlega. Sama hvort við förum í ESB eða ekki, þá er gríðarlega mikilvægt að við hugsum heilsuna. Þess vegna er þetta hlaðvarp í samstarfi við heitirpottar.is þar sem að þú getur fengið heita pott, sánu, saltvatnspott, kaldan pott og allt sem að hugurinn getur girnst í þeim efnum. Þeir á heitum pottum láta einfallega draum þinn rætast með því að koma þínum útfærslum til leiða. Sama hvort þú vilt gera þetta heima hjá þér, í sumarbústaðnum eða annar staðar að þá ferðu á heitirpottar.is. Eins og ég segi, opið alla daga. Og ég lofa ykkur því að þið verið ekki fyrir vonbrigðum. Síðasta aðildarferli leiddi þetta í ljós frekar augljóslega. Þannig að ef að menn ætla að halda í þessar undanþágur eða þessar kröfur þá hljómar það eins og þeir muni reka sér fljótt á og svo segir fólk sko heyrðu ef þú bara byrja á erfiðu köflunum í samningaviðræðunum. Ég held að það sé ekki svona einfalt sko, ég held að þetta myndu allir vilja byrja á því að leysa erfiðustu ágreiningsefnin þannig að hitt væri bara einhver rennibraut sko. En það er bara ekki alveg svona sem að svona aðeins verið að fara fram, menn byrja held ég yfirleitt á því sem er styttra á milli og þetta geta að byrja að hugsa strax einhverja vega meiri atrið, en ég meina ég held að ríkisstjórnin síðast hafi gefið sér 1,5 ár til þess að gera þetta eða marka sér eitthvað svona slíkan tímaramma en það bara dróst þannig að það er svona alltaf loka boðskapurinn í þessu sko að það eru bara, eins og ég segi, óháð því hvort fólk vilji að lokum ganga inn í Evrópusambandið á Íslandi eða hvort það myndist á einhvern tímapunkti hvort sem er meiri hluti á meðal þjóðar eða þings fyrir því þá er það eitthvað sem enginn getur spáð fyrir núna en óháð öllu því þá er þetta fyrirkomulag að fela Þorgerði Katrínu þetta í þessari ríkisstjórn núna að gera þetta með þessum hætti á grunni þessara þjóðaratkvæðagreiðslu þá finnst mér það ótrúlega vond hugmynd alveg einlæglega og ég mun segja nei við því ég ætla bara að upplýsa það núna. Ég ætla að segja nei. Já, þá er ég komið með stóru fréttina fjölmiðla snippeti sem ég sendi. Nei, ég er mitt sko með Þorgerði Katrínu. Ég er endar til, mér finnst hún frábær og mér finnst hún skemmtileg og ég finnst hún segur stjórnmálamaður. Ég aftur á móti eins og þú aðan, þá ég bara passa mig alltaf að vera aldrei pirraður, en ég er svona pínu pirraður yfir þessu elementi að hún sagðist alltaf kominga og láta reyna á sínar hugmyndir sem hún vissi alveg að myndi vera raunin út og því ég er búin að vera að láta og ég er búin að fá mjög marga jásina og reyna á þeirra hugmyndir og sumir hafa mér þess að snúist frá já, nei yfir já hafa sendt mér það ég ætlaði að kjósa nei en nú ætla ég að kjósa já eftir eitthvað viðtal sem ég tók við hann hef líka fengið Þú sé bara hættu þessu Já, hættu þessu, nei, ég veit ekki hvort að ég hafi haft áhrif á marga en það breytir því ekki sko og eins og ég hef sagt að Þorgerður Katrín er að fara að fá þetta umboð. Já. Og ef hún getur ekki á sínu eigin móðumáli staðið í hlaðvarpsþætti þar sem látið reyna á hennar hugmyndir og þú varst að fara ágætlega yfir það hvað þýðir að vera í aðildarviðræðum, hvers konar átök eru þar. Ef þú þolir ekki klukkutíma hlaðvarpsviðtal þá á ég pínu erfitt með 3 ára samningsviðræður við
2000 lobbyista sko. Já, ég held að þetta er bara mjög góða punkturinn í þessu umræðu sko. Ég finnst vanta allan skýrleika í ákveðin atriði af hálfu ríkisstjórnarinnar gagnvart þessu ferli, en þau virðast raunverulega vilja að mínum að þau stundum hafa það þannig, vilja hafa þetta bara nógu óskýrt til þess að umræðuna geti bara alltaf endað í þessu, ekki bara sjá, ekki bara sjá, sem það er allan að vika í viðbót af þessum vonbrigðum sem að verður fyrir í umræðinu þegar maður að reyna að ræða efnisatriði Evrópusambandsins eða efnisatriði samningaviðræðna eða efnisatriði sem myndi fylgja því að segja já, þá kemur alltaf þetta, þá kemur fallið bara, heyrðu, við erum bara, mér langar bara að sjá. Ég bara skil ekki akkur mikið að sjá. Ég skil ekki akkur mikið að leyfa þjóðina að sjá samning. Ég er bara hræddur að, ég meina hver veit nema samfylkingin skynji nýja vinda blása á Íslandi og komist að þeirra niðurstöð að sé ekkert pólitískt hagkvæmt fyrir þau lengur að standa svona mikið með þessari ESB nálgun. Þú veist, einmitt núna Kristrún voða mikið ESB vegna þess að þau hafa einhverja hagsmuni að þetta fari með ákveðnum hætti, en svo síðar geta þeir hagsmuni breyst og þá geta þau fyllt á eftir þessum yfirlýsingum sínum að leggja ekkert samning fyrir þjóðina. Þannig að það eru svo, og eins og ég segi, auðvitað væru alltaf óvissu þættir ef við værum að fara inn í aðildarviðræður og við erum aldrei að fara inn í aðildarviðræður einhvern veginn, sko, fyllilega upplýst. Já, ég meina það er bara gangur lífsins, við tökum bara ákvarðanir og höldum áfram dag eftir dag og fyrkum okkur áfram eftir örlega þræðinum, en það eru samt svo mikla grundvallar óvissu breytur núna og svo mikil svona bara móða í kringum, markmið stjórnvalda í kringum þetta að ég tel alveg einsýnt að þetta sé ekki augnabliki til þess að reyna þetta sko. Og ég eins og ég segi, ég bara alltaf opinn fyrir öllu að það getur vel það getur vel hugsast, eins og ég hef sagt ítrekað sko, að það getur einhvern veginn skapast þannig aðstæður í Íslandi að þetta verði gert sko. En bara mér finnst svo slæm hugmynd að gera þetta núna þessum forsendum. Já, ég sammála því. En hérna, Snorri, ég að fara að fá Hilmarvegar hérna eftir örskamma stund. Já, bróttur í þér, taka tvo. Já, það verður með þess að 3. 3 í dag. Já, þetta kersla. Við að heilsa Hilmari. Það ekki? Jú. Getur hitt hann á leiðin út. Já. Takk hérlega fyrir að koma þangað til næst. Takk fyrir mig.